ég svo hrifinn af því þegar að einstaklingar taka þátt í hlutabréfaviðskiptum og eiga hluti í fyrirtækjum, það tengingin á milli sem sagt bara að einstaklingar fylgist með og fái áhuga og skynja þá gangverk viðskiptalífsins, eins og ég horfa á þetta. Sko, það voru 29.000 einstaklingar sem áttu í hluti í Kauphöllinni, í fyrirtækjum í Kauphöllinni. En nú þarna fjölgun upp á, hvað sagðum við að væri 30 og... Já, núna nýjast upplýsingar sem ég hef bara í dag að líklega verði bara cirka 50% fjölgun á einstaklingum sem eiga hlutabréf. Já, við þetta útboð. Við þetta útboð. Sem þýðir það að það byrja sko helmingur af þeim sem keyptu í útboðinu séu alveg nýjir fjárfestar á markaði. Þannig að það eru 15.000 nýjir einstaklingar að koma. Ég hef ekki lokað tölur en það er svona stærðargráðan. Stærðargráðan, sko. Það er mjög athyglisvert. Það finnst mér bara að vera, það er bara hreinlega frétt, finnst mér. Já, þannig að það er alveg... Breaking news myndi þetta vera sagt á ensku. Það er kannski líka undir þessa skoða mín á hvað þetta var velhæfnað ekki fyrir markaðin líka. Og þannig að það eru frábært tíðindi. Það þýðir að við höfum nú verið ofta með okkur við Svíþjóð svona sem svona best in class að sletta aðeins í þegar kemur að einstaklingum og hlutabréfa eign. Þeir í Svíþjóð hafa þetta verið einhver fjórðungur af íbúðunum sem á beint í hlutabréfum. Hér fyrir þetta útboð voru þetta kannski svona 8%. Samkvæmt þessu, já. En núna fer það upp í svona 12, þannig að við förum úr því að vera þriðjungur af Svíþjóð í hlutfalli höfðatölu í svona helming sko, í einu skref. Og það þetta finnst mér vera sko mjög jákvætt. Mjög jákvætt. Já, það finnst mér alveg frábært. Það voru 24.000 einstaklingar sem tóku þátt þarna 2000 á sínum tíma. Já, akkurat.